Já, ágætu hlustendur og áhörendur, þá byrjar úrslitaleikur mótsins. Staðan er 1-1 í viðureign, Augmented Reality, Living for Life. Þetta er hreinn úrslitaleikur það hver sigrar mótið. Það var gríðarlega spennandi. Við sjáum það eru strax komin inn. Já, þeir banna Kha'Zix, sterkuleikur. Kha'Zix fór illa með það áðan. Mundo á sama skapi. Hinum meginn fáum við Irelia og Ravenburn. Irelia fór einmitt mjög illa með þá í fyrsta leiknum. Það er ekkert sem kemur á óvart hér. Sjáum eins og hvað þriðabann er. Já, það er þetta klassiska fyrstbann. Ég ætla sem snöggvast að setja nöfnin á liðunum á réttan stað. Já, heyrðu, plan B er búin að lokka inn Heimerdingar. Hinn með erum með morgunu. Erum við að fara að fá plan B sýndi fram á mjög góðan Heimerdingar í fyrsta leik á sér. Red Bullum búin, já, allt í góðum. Já, hann sýndi fram á mjög góðan Heimerdingar í fyrsta leik. Nú þegar það er búið að hvað tekur live nú þegar Viktor það er Starsix að banna Jarvan er líka búin að vera mjög sterkur. Það er Nocturne pick. Þetta er fyrsta Nocturne pick sem ég sé á þessu móti. Ég er mikill Nocturne maður, mér er gaman að sjá þetta pick. Heimerinn vann og það var svona farið illa með hann daginn. Hann byrjaði rosalega vel, en svo bara fór illa fyrir honum þegar leið á leikinn. Jú. Hvað fá hann hinum með býtu nú við? Já, til að ítreka fyrir áhorfendum. Þeir eru hérna að hlusta á. Ég er Hugi Leifsson. Ég Andrikus. Með mér er Andrikus Andri Örvarsson. Og við erum líklega í topp 3 fróðustu League of Legends mönnum á Íslandi. Jú. Ég er í Silver 2, ég veit allt sem er að tala um. Ég væri rosa til í að sjá Yorick. Þú fílar Yorick mjög mikið. Sannlega eini maðurinn í heiminum sem fílar Yorick. Og hann er pikkaður. Þetta Þetta verður æsispennandi leikur. Hver ángríns, hver fílar samt Yorick? Já, ok. Það er mjög líklegt fyrir mann sem heiti Garnatrillir að fíla Champions og Yorick. Já, það er hárrétt hjá þér. Yorick lítur að trilla mörgu görnin. Hann trillar allar garnina, sko. Maður sem ég lögur ekki sem er að ég vil að sjá mér í Urgot. Ég veit á Augmented Reality hafa spilað Urgot. Ég á sko Urgot skin sem er merki það að ég sé toppmaður og pro-player sem þú gafst mér. Það var mjög fallega gert að þér. En ég er að segja, ef ég var að keppa, ég myndi pikka Urgot. Þessi leikur er bara 2-0. Leikurinn var í búinn, ég var komin heim með verðlunin, komin heim með sjálfkastarna með mér, það var í geðveikt. En við vorum að setja góði hætti í staðinn. Seifur tók lýsinnin í þetta skiptið. Hann átti virkilega góðan lýsinn líka. Mjög flottu lýsinn á þessu móti. Hafri heldur bara áfram að gera töfrabröð sem Ari. Ég er mjög leiður að þið bönnuðu hann að Protoss Starsix vinn okkar. Protoss Pöttumann. Starsix maður, djöfis hans. En Hafri heldur bara áfram. Hafri á. Dominata. Það er rétt, þessi úrslitaleikur, þetta verður eitthvað rosalegt. Við erum að sjá. Hafri var nú svona að tapa á þann. Já, þetta var ekki besti leikur hans, það verður bara að segjast. En Augmented Reality áttu líka bara virkilega góðan leik. Jú. Þegar þeir á að náða að koma pöttunni í gang, það var paddan óstöðandi. Já, en núna er ekki padda. Nú er bara Yorick að fylla í skarðið. Og hann að Nocturne, mér er svolítið gaman að sjá þá báða dettin. Við erum ekki búin að sjá að spila á, svo bara einn á pjúra úrslitaleik mótsins, bara, jú, pikkum bara þessa. Og Heimerdingar. Ég segi, þeir á eitt á random pick. Heimerdingar, hann stóð sér nú ekkert rosalega vel sem champion þar segja, mann ekki nákvæmlega hverju að spila hann. Það var plan B var að spila hann á hann. Nú var að spila hann á hann. Hann byrjaði mjög vel og svo feitaði hann bara. Já, það var einhver sem tók og reipaði hann bara. Já, hann tókst bara, hann náði ekki alveg að svona stækka með leiknum. Hann byrjaði vel og svo var hann bara tekið mér umferð verið að segjast. Ætlum við að fá hann Hasmat Heimerdingar aftur? Þetta er sami maður, ég er nokkuð viss mann sem er sama skinn. Ég maður kaupi sem nýtt á milli, bara þennan mega statement. Ég vil sjá Decepticon, Nocturne og Pentakill Yorick. Ég vil sjá hann að Nocturne gæða sem er með lag á hausnum.
Svo Við gott viljum sjá skinn. Decepticon. Nei, hann áhverjum með lag á hausnum. Hefur ekki séð Decepticon nokkuð? Jú, en ég hef Fucking nett. Hann nettur, en hinn með lag á hausnum sem geðveikt. Það líka bara svo gott að vinna mót með lag á hausnum. Já, ég meina, sko, ef hann væri Decepticon, þá væri hann náttúrulega ekki að fara að tapa. Nei. Ekki nema henni lauma okkur Optimus Prime skinnið hana, okkur secret skinni. Þeir eru bara með Popstar. Jú, það kemur eitthvað secret skinn, það er Optimus Sin. Optimus Sign bara hérna. Optimus Sign. Það Það sem hann er búinn að bara setja eitthvað vélar á sig og er ekki lengur heyrnalaus. Það væri nú svona möguleiki að búa til Transformers V-skin, kannski. Já, það er alveg, ja. Sko náttúrulega allir sem mekkaskin eru semi-transformers dæmi. Já, þeir eru ekki að fara að breyta sér í bíla. Nei, eða hvað? Það kemur bara ekkert á óvart ef einhverja sem gæði myndi breyta sér í bíl. Þeir voru svo, já, Star 6 er búinn að vera rosalega sterkur. Já, sterkur leikur að banna. Það er ekki furða að banna hann. Að samanskapi, já, þetta Saber og Lee Sin pick, ég held að hann geti gert gæfumuninn. Við erum búin að sjá, hann var að púla klikku place á Lee Sin áðan. Það er mikið mobility hana. Þetta er líka, Lee Sin er náttúrulega frábært counter á Nocturne. Ok, það kemur eitthvað myrkur, en hvort er blindur? Það er alveg Þetta er Nocturne út. Lee Sin bara nullar það út. Já, hann ætti eiginlega ekki að geta náð. Þetta er náttúrulega, nei, já. Þetta er ákveðið svona tactical, svona oversight hjá Augmented hana. Já. Við gleyma því. Gleyma hvað Svolítið Lee Sin er klaufalegt. geðveikt blindur. Já. Þetta er líka sama með þessi blinding ability system, meira kjaftur. Já, þetta meikir ekkert sens. Meikir hens þar að tala við þessum menn. Þegar ég fer út að lýsa Worlds, þá skal ég eiga nokkur orð við developerina. Já, þetta gengur ekki, hann hlýtur að geta verið immune to, bara passið hans immune to blind. Þetta er ekki Nocturne sem við völdum sjá. Nei, Það verður bara... en ég fekk pentakill Yorick. Já, ok, við fengum réttan Yorick og svo fengum við bara mjög glæsilegt morgunuskinn. Jú, ég myndi alveg pánda þetta. Já, kemur ekkert orð, þú myndir náttúrulega pánda Hasmot Heimerdinger. Í En þarna, rassinn. já, hann að þetta er ekki vel valið Nocturne-skinn. Ég er ekki vissum að ég myndi pánda þennan Yorick. Nei, hann var náttúrulega öfugt, hann er augljóslega topp. Hann var Augljóslega topp. augljóslega. Hann er svona herramar, hann gefur reach-around sko. Hann er mjög harkalegt reach-around. En Þú hann veist hvernig þessi bassaleikarar eru. já, segjum bassaleikar á, veit ég alveg hvað er að tala um. Ef við eigum svona aðeins að tala sem skilist að sjá hann rack á svona morgunni, þetta er ekkert. Þetta er náttúrulega mjög sexist. Akkur þetta ekki frekar að tala um sixpacki á Lee Sin. Ég er Er alveg líka- að fíla það líka. En nú er leikurinn byrjaður. Nú Þetta er leikurinn Æ, byrjaður. sjá, þetta Nocturne-skinn, hann er bara litin eins og eitthvað svona brunnið egg. Já, þetta finnst mér ekki flott nokkur. En hann mun örugglega spila mjög vel af því þetta eru virkilega góði leikmenn svo við erum að fylgjast með hérna. Og það er það sem skiptir, jú, það skiptir líka máli fyrir utan Það hitt. breyttum samt öllum graphics í low hérna til að fá laggi til þetta. Já, en ég hækkaði það aftur. Það getur nú alltaf verið satt hjá þér. Æ, ok, þetta átti að vera placebo effekt. Þegar þau halda þessu góð graphics, þá trúaði því. Nei, en við verðum bara sagt eitthvað þetta út á laginu. Það er hvað, ætlaði ná í garna. Er eitthvað að fyrir, býtu nú við. Seifur, gæti verið að fara að gangi gildru? Nei, og nú er Seifur að gangi smá gildru. Þannig eru bæðinu, hann byrjar á fírinu, sterkur leikur, nokknar líka. Hann hleypur beint í andlitið á eigin liði. Æja, hann sleppur. Þannig að hann sleppur, en nú verður hann eiginlega að recalla. Það er ekkert óseint sko, hann getur Nei, alveg komið inn í hann þetta hefur aftur. alveg góðan tíma enn. Það munaði nú ekki miklu. Spurning hvort að... Heimerinn er náttúrulega ekki sterkasti level 1. Nei, hann alltaf Hann er bara með góða eina eitt skot út hörréttinu og svo það bara búið svona hendi ykkur bara einhverjum skrúfleikum og einhverjum jordul skrúfleikum sem eru svo skeifar. Já. Spurning hvort maður hefði viljað sjá Ignite frá honum hana. Jú, ef Heimer hefði Igniteað nokk flassað eftir heldur að geta pikkað á fyrstmótið. En auðvitað ára vitur eftir á. Auðvitað ára vitur þegar maður er í Silhouette 2 eins og ég. Hindsight. Þá veit maður bestur hlutina. Hindsight. Hindsight er betur en no sight. Já. Það, Lísin myndi Greið Lísin er með góður. Hann var hann hvorki með hindsight nýja no sight. Jú, hann var með. Hann var með no sight. En fylgjumst aðeins með þessu hvað er að gerast hérna. Það eru Double Dorans og bæði Morgun og Ari og Heimerdinger. Já, þetta er allt mjög klassíst. Double Dorans finnst mér orðið svolítið klassíst hérna. Double Dodo. Þetta er Dodo, Double Dorans. Dodo. Hann er góðu basic attack í mann. Þetta er vel útfart basic attack hana. Já, hann er að finna Þetta er ástæðan verið sem menn er í úrslitunum sko. Ég er nú skil nú ekki okkur hann tók. Já, það var kannski upp á inn veitið að taka sko slow
gúlinn Já, fyrst, það sko. væntanlega upp á það. Ég tek alltaf lifestyle gólinn, sko. Já. Omen of Famine Hann er nú að ná aðeins að hamra á morgunu þarna. Það er nú bara staða sem flesti var alveg til að vera í. Hamra á morgunu, já, jú. Það verður bara að segast. En nú getur hluti verið að gerast. Nú eru junglerinn eitthvað að fara að mætast þennan skoðinu. Seifur hleypur aftur í SmackDown og nú er Hæmendingin komin hinum megin við hann og nú er engin flóttaleið. Afsaki klappið. Og Hæmendingar pikkar upp killið. Þarna náður honum mitt á milli sín, náður hann með góða gildru. Hann samt, tókst eftir að Seifur flassaði Já, og kúaði svolítið maka. Eitthvað skrítið, hann hefur verið aðeins of korean hann. Já, ég veit ekki alveg hvað hann var að hugsa að henni. Hann hefur kannski hugsað að ég er ekkert að vera að sleppa, best að ég bara... Já, gera eitthvað gott úr þessu. Bara fari, skilur... Gera eitthvað flashy shit. Bara eitthvað flashy shit, nákvæmlega. Alltaf ekkert flaccid shit, sko. Gólanir eru að klóra þess að morgunni. Já, hún er aðeins að... Jórikin Það er alltaf óþolandi að leina á móti Jórik. Mjög sterkur í 3-3. Hann er með últ sem alveg getur umturnað tímveit. Já, það er hárrétt. Hann er að sustaina tölvöld betur en hún. Eins og kemur ekki óvart. En nú kemur hann svo að Seifur upp. Hvað? Er hann að fara í gang? Nei, hann hætti við. Á meðan eru Hafri og Donger bara í Charmar hérna, gott charm á byssuna. Já, gott charm á byssuna. Einmitt hlutun sem þú vilt charma. Þarna er eins og helviti góðu kúi. Hafri er búinn að eiga gríðar sterkt mót. Hann er búinn að keppa bara líka við alla leikina sem Ari held ég. Já, hann er... Sko ég þarf bara eitt nú er ég með hann á friendlistanum mínum. Ég ætla bara að fylgjast með næst þegar hann er að spila Fish. Og ég ætla bara að spekteita. Ég verð bara að vita. Býttu nú við, nú er live að koma sér smá vandræði. En nei, þeir eru konið 3-2. Þeir hljóta að pikka upp kill þarna. Nei, flott flash á morgunni. En Jórik klassar á eftir henni og pikkar upp killið. Reynir Hafri að gera eitthvað úr þessu? Nei. Jú, hann er enda góðu charmi. Lísin heldur áfram að elda noktur? Nei. Eins og ég segi, ég vil fá að spekteita þegar Hafri er að spila Fish. Ég vil bara sjá what the Fish is all about, sko. What the Fish is all about, það er á rétti þær. What's all this fuss, sko? Nei, hvað sé, Seifur langar í hann noktur. En hann er að vera aðeins of ákafur í það. Þetta er allt plana þjóðum. Hafri er eins og hérna í rundan og þeir vita ekki af því. Þetta er gildra. Hann er góð charm með hana, en ekki mikið meir en smá póki. Nei. Þetta virðist vera sterkari byrjun. Sjá þeim í Augmented Reality. Töpuðu fyrsta leiknum, unnu svo annan, byrjaði hennar leik vel. Seifur í smá vandræðum. Seifur hefur dáið á gólemunum áður. Í þetta skipti hefur hann vita á að flýja. Og það er ekki að deyja tvisar á gólemunum. Nei, það var ég vandað. Það er líka tvisar á sama móti að deyja á gólems. Við vitum að þeir eru... Já, þeir leina á sig þessi gólems. Já, þeir eru eiginlega MVP-in minna á þessu móti. Það verður að segjast. Reyðan er ekki búin að eiga upp gott mót. Þeir eru svolítið mikið bara að deyja eins og þeir lifðu. Eins og tussur. En ég verð nú að segja, mér finnst þetta óttalega ómerkilegt skinn á hann. Ég verð nú bara að segja. Sammála, þetta er ekkert lag á hausinn. Þetta er standard, við erum með herri standard en þetta. Ekki Decepticon. Þetta er hvorugt, ég væri til að sjá Decepticon nóttun með lag á hausnum. Það væri svolítið gott. En við höfum bara sagt eitthvað þetta í bíli og vonandi bætar hann upp það með einhverju mjög góðum playsum svo við vitum að hann er vel fær Við höfum náttúrulega aldrei séð hann á nöktun samt áður. Nei, hann er bara svo góðu player. Það gæti verið spennandi að sjá hvort hann náðu einhverjum awesome plays. Ég er full að trúa þeim. Sjáum það er, ég var ekki komið með ulti sitt. Já. Fyrst þurfti að fá ult í leiknum. Gott creepið með sér sko, hann gæti jafnvel púsa turnir á vill. En ég held að hann tóri ekki svo hátt sko. Nú gæti hast, live ræst og lýsum skóðunum. Hann nær fýruna á hann ef það ekki. Jú, en þetta er sennilega ekki nótur að drepa hann. Nei, er Lee-syndrom? Nei. Hann grunaði væntanlega að Ari var að koma. Já, sem var hárrétt hjá honum. Já, hann ákvaði ekki að eldast í killið sko. Samt gott að ná þessu pókja á hann, þetta svona offsetar hann aðeins og nú kemur live, hann nær ekki fýrunu. Hann nær kúinu. Nær kúinu þó og það er gott, en nú, Tetis að mæta. Búr á hérna, gott búr á eina byssu. Nú stóðart, þeir eru með AP bæði topp og botlane, Morgun og Ari. Hingað til hefur Tetis verið að spila, hann er búinn að ákveða Rumble enda líka, en Rumble og Irelia, ég hef ekki séð að spila Morgun og þeir. Nei. Þeir eru bara í
afskaplega róleg hérna, ætlaði þér að fara í Nú morgun? erum menn í ykkurum, það eitthvað shenanigans segja þessi staðina. Þeir hljóta ætli í morgunu, þeir ætla að koma aftan í morgunu held ég. Þú ætlaði að koma Koma aftan í Heyrðu, morgunu. það er nóttun út af þessi stað. Það gerist ekki neitt. Það var ekki Jórek, mikið úr það því. gerist ekkert með Jórek Það er eitthvað svona chaos. Seifur náttúrulega veit ekki einu svona hvað vera nóttun út af sko. Nei. Hann veit ekki hvað hann er, hann er Nei, blindu náttúrulega maðurinn. blindur. Þetta, annað er búri. Skemmtilegt búr. Er Seifur að fara hann að skemma ríkóluð? Nei, þeir auðvitað ekki hann með einu liði. Það væri dick move, ég veit ekki alveg hvernig hann myndi gera það. Þetta tegja sig úr heill líkla borðið. Núna er plan B smá púsa á turnin, ekki miklu á það. Meðan life er hann að taka. Hann Alltaf nærliðinu. gerir góðan spelsild þarna á búrið, en er þó kominn í vandræða því hann er 2 á 3 stöðarna er og nú dauður. fellur hann. Nú er Hæmerdingar sennilega komið sér svolítið mikið vandræða með að blanda sig í. Hann er með stóra byssu hann og þó. Hann fokkaði mig upp með Hann náða næstum því safe, en næstum er bara ekki nóg. Ekki nóg, eins og við höfum sagt oft áður. Já, þetta er okkar frasi. Næstum er ekki nóg. Þetta er góðu charm á minjónu. Góður charm, já. Ó, bossi. Hún er með 3 dorms, hvað er á frétta? Núna eru búnar tæpar 10 mínútur og við erum enn bara búin að sjá 3 kill. Bæði liðin eru temmilega varkár, skiljanlega. Þetta er leikurinn sem ákvarðar allt. Nú eru öll últinn dottininn. Nú fara þessi teamfights að breytast. Lísin getur nú drefur Wraiths, það er ágætt. Já, ekki það vandamál. Ætlar hann að góða þessa golems? Ég veit ekki hvort hann hafði það, sko. Þetta er spennandi. Nei, heyrðu, við höfum engan á það. Þetta er einvíði sem við viljum fylgjast með. Lísin Jú, á hann er nokkur með góð það. högg, hann á gott góðan Hann er sparkar í með hann. það. Já, glæsilega gert hjá Lísin. Þessi gólemar áttu aldrei sens í hann. Aldrei séns. Þeir hafa verið sterkir á þau, sko. Já, þeir eru one hit wonder þessi gólemar. Á sama tíma er séðan nokk ekki neinu vandræðum. Þeir gólemar eru bara búin að renna sitt skeið. Já. Þeirra gullöldi búinn. Úreldir. Hvað er þessi Jórek hérna? Býtum við, nú er ykkur shenanigans að þessi staði í skóginum. Nú eru bæði Ætlaðir að fara í Nocturne morguninn, og eða? Hæmendingar að fara svo á toppinu, en þeir rekast á Lísin í staðinn sem hlýtur að láta morgunu vita, já, hún reynir að bakka Hún kemur samt í smættu, nei. með spelsíldið uppi. Hún er ennþá hérna að lingara. Nei, það gerist ekkert. Það fjara svolítið út í sandinn. Já, bæðir eru ekki að þurfa að taka mikið af sensum. Þarna gæti Harry eins og að veit samt Læfur er hvað er komin í í gangi. vandræði. Harry er búinn að ná honum, þeir eru 2. Hann þarf að flassi burtu, hann næra að dodsa charmið. Hann Og þarna er spelsildar Jórek og Hæmendingar komin. Þeir ná að flega vel út úr þessu. En nú geti Donga verið komin í vandræði. Hann flassar í Hann burtu. flassar til að sleppa að vera að sparka Hann tilbaka. setur Mjög stóra skilslákur, byssu. setur stóra Og byssu. gott En hann er charm. charmaður. Og þá fellur hann. Ætli Seifur fallið þó ekki með honum. Hann smætar. Virkilega vel gert hjá Nocturne þarna. Mér var samt frökar flott hjá hann tókst að smæta stóru bussuna og Já, hann myndi drepa hann sko. mjög flott hjá En svo honum. kom Nocturne og náði kúi á hann og náði hann þannig. Já. Jórek pússa bara törrett, hann er öflugur Hann er törrett mjög, pússar. já, hann alltaf pússar mjög vel. Já, við erum að gefa honum lýsum þetta og virkilega vel geta smæta þessa stóru byssu. Náði þannig að bjarga sér rauninni, en geta ekki bjarga sér frá nokkuð. Nú er spurning hvort Garnandli geti bjarga sér frá morgunu. Nei, hann er steindauður. Ég neita að trúa öðru. Hann er Og þarna fellur hann. Hann Hann flassar í burtu. út af Hann er ignætuð, já, en þarna kemur Seifur til bjargar. Seifur saves the day. Segur allar að lemja. Hann ætla bara að lemja hann í tætlur. Dumt, Jórek. Já, bara aðeins að nutta salt í sárið. Já. Aðeins að sparki liggjandi mann. Rækja fram nýveikt barn. Já, það má segja það. Sem það gerir. Það er 3 liðin eru jafn í killum. Augmented Reality eru með örlítið meira gull. 1400. Það er varla að marka. Það er 1 kill á hvern mann inni. Algjörlega, það er Þetta er sjaldgæft. toppleikur. Það er enginn að fara eitthvað Það eru góðu hlutur að gerast hér. snowballa þetta sko. Ekki nú sem stendur. Allir búin að eiga að spila vel hérna. Ég er spenntur fyrir að sjá hvert við förum með þetta. Já, Eru menn- bara að drepa þessa byssur með þeim, þetta er... Og hann nær ágætis póki hérna á Havery, en ekki mikið meir en það. Nocturne þurfti að ríkóla þarna. Nú Og gæti nú Dongar verið komið vandræði. Seifur alltaf að koma niður í gangi. Hann er með últið sitt. Hann rétt missa kúi. Dongar ákveður að hlaupa inn í staðinn fyrir að fara tilbaka og það var hárrétt ákvörðun hjá honum. Hann tók það í báða með þessu Með þessum rosa bölvuðu törretti, byssum og maður. hann ætla bara að fara að pussa í staðinn fyrir að bakka. Já. Þetta við sem er fulltjör af ákvörðun og nú grunna mig að það manni kosta hann lífið. Að ég Havery er ekkert lamb að leika sig við. Hann er góð tjarmi. Og Seifur killstílar hann aðeins en
Þetta var bara mjög flott. Það var lítið samkvæmt. Þarna kemur þessar últi frá nokkur. Nær bara mjög vel að víkjast undan þessu. Og nú gæti Leifur komin vandræði. Þarna eru komin bæði Tettis og Seifur. Það er double trouble. Það er double penetration. Hafri mætir, þetta er triple pen. Triple pen. Nú er skellt á hann einu kveikindi últi og Seifur Sonic. Hann bara, já, öskrar á hann eitthvað. Ég veit ekki alveg hvernig Sonic var á sér stað. Þetta er hljóðbylgja, já. Segir hann ekki hvað hann er? Ég veit ekkert hvað hann Muay Thai segir, en það er örugglega eitthvað hammalegt. Hann er náttúrulega sko, hann er svona, hann er döbbaður af sko. Fyrsti turretinn kominn frá Jórik. Fyrsti turretinn er kominn, Jórik, hann er góður í þessu. Augmented Reality náðu fyrsta turretinn, það er top turretinn. Þú veist að fara mér, voice acta Lísin. Já. Það er geðveikt. Þú veist að Idris Elba voice acta hann. Hann voice acta hann, er það ekki? Ég held að það væri bara eitthvað svona miskilningur. Nei, hann gerði það, Ok, það er geðveikt. Ég veit ekki hvort hann sé þannig eftir að hann var reworkaður, sko, en ég held að hann Nei, mér veist, eftir að reworka hann, mér veist röddina svona miklu verri. Þeir fóru alveg með hann á þess. Já, bara rödd-væslega séð, sko, en hann er náttúrulega aðeins nettari. Já, hann er drullu töff. Ég er hissa að hann hafi aldrei verið pikkaður í þessu móti. Hann er mjög sterkur fyrir spili 3v3. Oppás, nú gæti Morgan komið sér að vandræði. Tettis er fastur hann á milli bæði Donger og Nokk. Það er búið að ná fyrir á hann. Hún er rosaleg. Hafurinn er einu af sínum signature charms, en ekki meir en það. Stóra turret er búinn að fara svo illa með það Já, eins og aðan, þegar það var 1 á 2 þarna. Og störriti var bara að slátra. En þá fannst mér mjög skrítin einhverjum hérna að pússa áfram í staðinn fyrir að bakka. Hann hefur bara ekki séð aðra kosta völ eða eitthvað. Og núna er góðu charmi, Seifur fylgjur eftir og Jórik er klárar hann með últinu sínu Dragon Kick. Enn eitt virkilega charming charm frá Hafra sem endar í killi. Jú. Dragon's Rage heitir það? Dragon's Rage. Við skoðum að, já Við sjáum hérna Seif verða að taka þvílíkan lýsinleik eins og hann er eins og við höfum séð, það er alveg skilnægt þessu búin að banna hann. Já, hann er rosalega lýsin, hann má eiga það. Já Sjáu hvernig hann skemmir þessa turret. Já, bara gerir eitthvað kjög. Herðu, nær enn einu charmi þarna, en það tryggir þó að ná altarinu, hann er mikill að vandræða. Ná þarna fjær altarinu, alltaf gott að ná fjær altarinu. Á meðan erum við nú bara að reyna að klíra þarna botnin. Noktun ríkólar, á saman tíma er Hafrið að því. Tettis býður átt þetta, hann ætlar að reyna að leiða einhvern gildur í hérna. Ef plan B hættir svo of nálægt, gæti þetta enda illa. Sjáum hvernig það fer. Hann er bara hann er að stela stóra Nær stóra ólfinu. Það sýnir að you mean fucking business, sko. Þú stelur stóra creepinu, þá ertu ekki að jóka í nefnum, sko. Þá ertu ekki að jóka því nefnum, sko. Hann er að stönna hann, hann flassar úr búrinu, virkilega vel gert. Ef hann gripið þetta búr, þá hefði hann líklegast verið döð. Það hefði bara komið Lísin á eftir honum og hann hefði væntanlega þetta. Nú er hann hins vegar svona semi 1-3 og er Nokkurn kemur með frábæra innkomu. Þetta var Og þessi teamfight er algjörlega augmented megin. Nocturnin átti þennan tíma algjörlega. Það var rosaleg innkoma hjá Nocturn. Plan B, Heimer var komin hann í svolítið vandræði, en Live kom inn með frábært Nocturn gang. Stuttu eftir, Garnatrilli mættur að trilli í einhvern görnum. Og hann gerði það svo sannarlega. Það var öðru turret hérna. Er Augmented að fara að taka þetta? Augmented, þeir eru 1 kíló undan, 2 turret, komu vestur alltaf þeir eru að, mér finnst bæðilegin samt verið að spila það vel. Ég vil ekki segja neitt hverja að fara að taka þetta strax. En þeir eru sem komið þessi 2 turret. Þeir eru með 2 turret á móti, en þeir eru komið fínt gulli líka, þeir eru með 3 skruna gulli. Eins og áðan, við horfum að leika það sem Augmented voru búin að missa 4 turret og bara ná 1. Og þeim tókst að vinna þann leik, þeir sniru honum við, þeir voru að grúttapa. Góð lið geta alltaf snúið við leikjum. Þessi Seedsminn að fara illa með Fokkin Seedsminn, hann sem ekki dick. Þetta er eitthvað frú þarna á hann. Grey Ari. Þetta verður spennandi leikur sýnist mér. Þess að Seifur raunin að pússa í átta, svo þeir geta ná sínum fyrsta turret þarna í Olivine for Life. Ég vil alltaf útskýringa á þessu nafni eitt á næstu líf. Olivine. Ég veit ekki hvað þetta er. Það taka Vælmo? Það er bara Vælmo. Frá Óla? Við erum með Seif og Tettis og með grunar að þeir geti bara gert það á nokkur vandræða. Ég hef bæði Heimer og nokkur hann neðst niður á mappinu og mér sýnist Jórik ekkert í áttuna, já. Nei, tók hann bara uncontested. Þetta var bara mjög vel gert. Það var mjög gott fyrir þá.
Þeir eru svolítið eftir á í gulliðan, þetta er mjög vel þegið, fyrir utan náttúrulega buffið. Hvað gerir Seifur? Sonic Wave á þessa byssu. Öskar á þessa byssu, það er ekki nótur að skemma en svo sparkar hann í hana. Og það er góðu Johnny. En hann spelsildar virkilega vel þarna. Hann tekur... Er þetta nóg? Hann rétt flassar frá. Rétt flassar í burtu, en wow, hann ætlar samt tilbaka og Morgana nú kemur dómurinn flassar komin í eftir honum. vandræði. Hann Hann aleitt, góð það er engin nálægt. Þetta er búið. Já, þannig síðan það er búið fyrir hægum segi ég. Nei, þessi leikur er bara... Er ekki slokkar strímur bara? Hvað ætlar þessi Jórik að gera? Aðeins samt nóða, hún kveikjar á spelsildinu, býttunum við. Það Og gerir rétt Nocturne, gerir missa slíktið charmið, sama. rétt missa charmið. Elskar þessa spelsild sérna. Hann er með turret til að bjarga sér. Já, Jórikinn Hvað gefur gerir hana, Ganstildur? nærðum ekki. Og það er úr frá nokk. Hann nær 4-1, Hann hvað er að djúkar gera þetta þessu? Virkilega vel gert Jórik hjá nokk. flassar inn. En hann verður fram, það er komið spelsíld á hana. Nær Garnadittir að klára hafrið þarna. Eða Tettis, nei, þetta er fara að enda hans illa fyrir hann. Eða hvað, er kúlun að fara að finnast þetta? Nei, hann Seifur kemur á seinslu og safeguardar. Og hann Og er að buffar fara að hann pikka bara. upp jafnvel doppelkill hérna. Sjáum þetta. Og hann Frábært spelsíld spelsíld hjá Live og þá er hæmendingi mættur á svæðið. Og missar öllu Missar saman. reyndar öllum að byltunum sínum. En Nocturne sleppur enga síður. Frábær innkomi hjá Seifarna til að bjarga Ari. Algjörlega, kemur með safeguardið rétt næra björginni og Sonic Wave á samt Nocturne, hann hefði hitt, hann hefði ekki verið Svo fyrir buffar hann ógeðslega hann að grafa ræningja. Oh my god, Nú er hæmending hún nú er smá vandræði, stóra stóra byssan byssan er að að hamra á Seif. Og Stóra það var byssan nóg. rústar. Þráttur hann hafi sparkað mjög fast í litla mannin. Það er, Já. litlir menn höndla yfirleitt ekki að sparka mjög fast í sig, en Nei. hæmendingi gerði það hana. Hann rétt handlaði það samt. Það munaði ekki Vúklettin kom sterkur inn hana. Stór byssa Og stóra byssan. Ég veist, Stóra þessi byssan var bara að rosaleg. save honum frá save. Það verður bara að segjast. 8-8, jafnt í killum. Ekki Munar rosalegt gull. litlu í gulli. Eins og þeir séu alltaf með. Og nú geti Garnallir í vandræðum. Hann fær ekki á sig charmið. Eða hvað, Hann jú, fær þarna charmið, kemur hann það. Hann geymir það. Hann Mikla næra vel búrana. gert, hann kikkar inn úti og hendir inn morgun úti. úti komið inn og þarna fellur Garnatrillir og þá Nokkur kemur svo komaði. alliði, nú mæta Augmented Reality og þeir ætla aldrei að byggja þessu. Tettis notar vúkletið en það veit að gerir hann er ekki dauður, neitt sko, hann nema var að bara tefja. að tefja fyrir, svo Ari kemist í Já, burtu, þetta rettaði Hafri í burtu. Já, Þetta rettaði Hafri svo sannarlega. Vilja er, nú eru tveir standandi eftir, spurning hvort þið vilji eitthvað berjast. Dongarinn er með þessa byssur á það. Ekki mikið lengur. Hann er eitthvað að dansa á hausnum, ég kann vel að meta það. Tjarma Meira af fyrir þessu. Meira af dansi, hafa gaman að lífinu. Dongarinn Já. færi sér smá saman upp á skaftið. Hann er að farma mjög vel Dongari, sko. Já, hann má eiga það, hann er að farma djöfull vel. Hafri líka, hann er nákvæmlega mikið í farmi. Já. Sheetsminn í hanninn. Kemur ekkert óvart, setti svo mikið dick move, heyrðu. Nú gæti segðu verið komin í vandræði. Life nær fíruna á hann, en hann bara sparkar hann í últar hann í búrið, burtu. Og við þannig komum Nú eru þeir fastið 2 og 3 og ná þó að dodsa vel búrið, en nú er Life sannlega komin í vandræði. Hann spelstar á hann ekki flassið inni, jú, hann flassar út mjög vel. Garnatrillir er mættur. Hann er mættur. Lísin vill ekki follow up hérna, nei. Þeir beila á barðaðan. Skynsalegt að halda ekki áfram með þetta. Það var vel gert hann hjá Nokk og Heimer, hjá Life og Plan B, að koma sér út úr þessum. Tókst að dodsa þetta búr, flassa gegnum Ég vegginn. tókst að dodsa bæði búr og tjarm, sko. Já, skulum taka það. og charm sko. Og voru komnir í, að leitutur væri komnir í ansi slæma stöðu, en þeim tókst að bjarga þessar stöðu hana. Algjörlega, mjög flott. Þurftu reyndar að sleppa því að klára þetta alltaf, en Jórik er náttúrulega orðin alveg frekar býst, sko, hann er komið með hana mjún og hann er líka með sín, hann er farin að gera hörku damage. já, bölvar Jórik. En þá 3 dorrar á sér í morgunum sem er að 3 dorrar? sundra þessu törreti hana. Jú, með alveg heilum 4 Já, svo Seifur er hérna að líta í killum fyrir sitt leið á Lísin með 5 kill, hinum einn eru með Dongarinn líka á 5. Þetta er askoti að það er 9-9. Þetta er djöfull jafnleikur, ég kann vel um þetta. Nú er Tettis eins og að koma sér í Upp á vandræði. sí, Lappa þessi beint fyrir turret, Dongarinn, kveikjar á últinu, það fuck gerir Dongarinn svo líka. Þeir eru bara að berjast inn í turretinu, það er ekki snurinn. Turretinu deyð núna og sömuleiðis hæmendingar. Já, En og þá fylgir Nocturne með náttúrulega rosa 1 á 3, úlfræði. sennilega ekki skynsalegt. En hann... Nær kannski einu killi. Nei.
hann var ekki svo heppinn, þetta var fullt í aðstöðunum. Já, það verður að segjast og nú hljóta All-in for Life að ná sínum fyrsta turreti. Það hlýtur nú bara að vera. Standa allir 3 eftir, ég hugsa að Jórik reyna bara að pússa þetta topplinn á meðan. Já. Þetta var svolítið óþarfi hjá nótturnana. Já, hann hefði kannski getað hugsað aðeins og... Ég hélt satt að segja að Hæmendinga myndi ná allavega einu killið þarna. Turreti hans var að saksa niður. Já, hann alveg, þetta var samt vúglettið hjá henni í morgunni og alveg að retta henni, sko. Já, það er hárrétt. Og nú ríklar Hafri á meðan hann tekur allt er virkilega vel gert hjá Hafri vinn okkar. Nú eru All-in for Life aðeins farnir að taka stjórnum á leiknum. Þeir eru komnir undan í gulli, undan í killum. Búin að ná einum turret á móti hinnum. Ég ætla ekki að tjekka á hann Elmo hérna. Enginn að drefa hann. Nei, það er líka alveg óþarfi, hann er ekki að gera neinu megin. Heyrðu. Hæmendingar ætla hans að gera mikið megin. Ekki mikið meina þetta. Það er nú bara eins og sem horfa leining fyrir sena. Já, enda. Þeir standa bara eitthvað miður leininu og nú allt. En nú gæti eins og að Tetis verið komin í vandræði. Hann er komað bæði Hæmendingar og Nocturne, frábært stun, fólata búltinu en Morgan á næra flassa í burtu. Flassa í burtu, rétt svo úr. Og nær fórun á dongarinn og nú er Hæmendingar í vondum málum. Explótar hann Hafri með tons of damage. Tons of damage, hún dassar í burtu frá garnatrillinum. Lísin er mættur. Ná vatna einum fyrir engan. Mjög vel gert hjá Olivín. Rétt slapp hún hann í, sko. Nú er eitthvað bara þetta alltaf. Nú gæti Sigurinn komið sér í smá vandræði. Það er ekki turnana fyrir neðan hann. Þeir ætla að taka þetta alltaf. Hann sparkar nokk af því. Hann ætlar að tefja það eins mikið hún getur. Liðsfélagar hans eru á leiðinni. Hann flassar burtu, en þarna fellur hann og þeir ná alltarinu. Þetta var sennilega, já, gaf svolítið líf sig til einskis þarna. Þeir ná að komast undan Morgunu. Ég veit ekki hvað hún ætlar að gera við það á 2, sko. Nei, hún er með últið uppi samt og Hafri þarna rétt hjá henni. Hún er líka góða með feitt damage, hún er með vitskapin og tortsin. Garnatrillir er hérna að taka austur alltarið. Dansandi á alltarið. En hann fær sko ekki að gera það ókipist. Þannig að mæti Tetis og Hafri og hann er drepinn samstundis. Nú verður að fókusa Hafri á. Life er beint í hann en hinnir eru ennþá. Þær eru báður stannar á Morgunu. Þeir eru ekki að, já, þeir elta allir 3 Morgunu. Eða allir 2,5. Þannig að fellur hann út. Frábært charm sem að Hafri nær í gegnum vegginn. En nær þó ekki að taka málið út. 1 fyrir 1. Enn eitt jafnt trade fyrir liðinina. Jú. Nú ætlar Hafri eitthvað að færa sig upp á skaftið. Byttu nú við, textunum það, já. Hann nær rosa Törretanir eru að ná stönd miklum skaða og þeir falla báðir. Það var rosa stönd hjá hann á heimasamt. Hann las hana alveg. Já, og það er klárlega. rosa stöndi frá á hann Ari, sko. Það er yfirleitt erfitt að stönna Ari. Hún hoppar út um allt, sko. En hann náði að lesa hana rosa vel, náði góða stöndi og hann náði henni þar að leiðandi. En hún náttúrulega náði hún líka, en ég minna. Hann náði henni með sér með þessu góða stöndi og það er ekki hver sem er þessu næra stönna Hafri, sko. Nei. Það er bara hannig. Það verður að segjast. Náttúrulega Lísin ætlar hann að sóla á Elmo. Ég er til í það, Djöfull er til í það og meðan ætla Garðar að taka þetta altar. Já, hvað því að taka altar? Ég ætla bara að drepa þetta skrimsli hérna. Þetta er alveg frekar vígalegt skrimsli. Hann er náttúrulega sko, hann heldur bara hann sé að lemmi ykkur að reiðs í skógin. Hann er blindur greið, sko. Hann er Nocturne, hann er ekki til í þetta. En hann heldur áfram. Jú, núna, þetta gæti skoll út í bardaðir halda áfram. Grey maðurinn og Nocturne líka púlaður. Þetta er ekki staða sem að Lísin vill vera í. Nei. Nú kemur Jórik samt. Nú eru bæði liðin að hittast hérna. Jú, þeir ná hennum, bara uncontested. Já, Augmented Reality notfæri sér þetta og klára hann. Hún nær búr á garantrilli en þeir klára og hún nær að góðu jam á Hæmer. Explótar hann Hæmer. Væpar hann. Sæll Grey, kallinn var alveg Hafri að koma með signature charm, væpa svo út litla greið. Hún er ekki búin, hún charma hérna flottar charma minjónum. Og Life er bara næstur á dagskrá, hann er að spila sér þetta en þetta er bara ekkert nóg. Jú, þetta er bara einmitt nóg. Hann er komin heim í öryggið. Þar myndi ég bara vilja vera, sko. Garnatillir á virkilega hálum í sinna. Ætli Tetis flassinn? Nei, hann er ekki með flass. Það væri erfitt að flassinn. Og
Og nú er komin tíma það að Ólafín von Life nái sínu seinni turret. En Nocturne kemur inn 1 og 2 með engan turret. Ég veit ekki með þessa ákvörðun hjá honum. Hann var svona pælega að bjarga turretinu en það tókst ekki hjá honum. Hann nær þó að forða sér með spellsildur undan að vera charmaður. Og það er lykilatriðið. Verður þeir alltaf að taka eitt alltaf hérna? Það verður ekki ókeypis. Þarna mætir allt lið Augmented Reality. En eitt charm frá Hafri. Hann spellsildar. Ég veit ekki hvað hann spellsildar. seinn. Næsti, það er ekki nú, eins og við segjum. Augmented voru að spila leik gríðarlega vel á hann. Þeir voru að stýra, en nú eru Ólafín búin að koma svolítið framfyrir. Algjörlega, þeir eru jafnir í turrets núna. Já, þeir eru búin að ná stjórn á leiknum. Fleiri kill, jafnir í turrets, meira gull hjá Ólafín. Þeir eru komin í bílstjórasætið. Og ég vil ekki vera með blindan munki í bílstjórasætinu á mér. Það er ekki að fara enda vel fyrir neitt. Nei, heldur með þér. Munkar kunna heldur ekkert að keyra. Nei, hvort sem eru blindir eða ekki, sko. Það er bara algjört aukaðatriði í þessu samhengi. Sjá hver hann hleypur, þetta er hrikalega hlaupastíl. En nú gæti Dongur verið konið í vandræði. Ari dassar inn og charmar hann. Hann er með þessa einu litlu byssun, hann er með vúklaðir og nokk kemur inn. Þá kveikir Ari að svína vúklað. Hann klárar ekki með dragarsveitinu. Seifur, hann klárar með einhverju hvað það var. Nú er live komið vandræði. Garantlega kemur reynir að bjargunum en ég held að það sé bara ekki nóg. Nú rís hann upp, þeir ná kannski að taka Seifur með sér. Það er spurning nei. Jafnvel Tetis, Hafri er þarna fyrir utan að póka. Það er mikið damage frá honum. Seifur er djarfinn hann réttar þessu. Og það er ace. Þetta var flottur teamfight. Virkilega, ég held að Seifur hefði bara bjargað plan B á hann þegar hann kikkaði honum í burtu. En ég veit ekki af hverju nákvæmlega hann dó. Ætli það hef ekki verið bara... Já, ætli það hef ekki verið bara spirit. Jú, það lítur að vera. Og þar dó Heimerdinger. Hann hefur verið svo sáttur, hann haldið að verið sloppinn. Hafrín er alltaf þessi tjarnar á Heimer. Hann bara deyr leið hann er tjarnar. Sko, Heimer þyrfti líka bara að ná sér í bansísvel, sko. Ef hann hefur tíma til þess, að þeir eru nú bara líka við að klára hann að leik núna. Við getum ekki alveg sagt að Nei, þeir bakka, en þeir ná þessum innip og það gerir svo mikið að vera að koma með þessar Super Minions. Jú, það gerir pressurinn gífurlegan á hinuleginu. Það er bara últaðinn, þeir eru 2 á 3, þetta er skrítið ákvörðun. Þetta er bara sama sagan, það er bara charm og svo ertu bara brættur. Nú eins og að fellur Hafri, já, gamla ógeðið lemur hana með skóplu í hausinn. Story of her life, hún er alltaf að deyta einhverja skítala sem lemja hann með skóplum. Sjá, þetta er sniðugt sjá hann, þetta fær að Tetis að flassa í burtu. Hvað gerir hann nær hann killi hérna, já, hann er búinn að kveikja últinu. Tetis vúklettar og það er double kill. Spurning hvort hann ná að taka hana með sér í gröfina. Grafræningin. Nei, hann nær því ekki. Spellsildi poppar inn og... Seifur tekur hann bara. Það er annar ace. Þetta er svart hjá þeim í Augmented núna, sko. Annað ace fyrir Ólafín for Life. Já. Þetta var líka fullt djaft hjá hann Noct, sko. Já, Garnatrillið var lengst í burtu. Já. Og Noct fóð bara alveg balls-deep hana. Það er náttúrulega bara alltaf sama saga með hann Heimer. Hann er bara charmar og hann er bara drepinn. Já, Bansi svílmaður. Hann verður bara núna að pæli að drepa þessar Superminions sem eru ángríns. Siege-mirjoni er eiginlega stærri en hann, sko. Hann er samt alveg rosalega öflugur að klíra. Já, klárlega. Það er ekki spurning, þó hann sé að eiginlega að deyja Superminionum. Sjáðu samt þetta hlaup. Þetta er svolítið mikið eins og tippi. Þetta er tippi. Þetta hlaup er alveg eins og tippi. En burt sér frá því. Þeir eru bara í nöðvörd, þeir verða bara að hugsa að koma burt þessar Superminions. Það er forgangsatriði númer 1, 2 og 3. Svo þarf Heimer að fara að hætta að láta charma sig. Og Life leipur beint í smett og safe. Hvað er hann að gera? Hafri er hérna rétt sjá. Og hann er enn einu killinu. Og er plan B næstur, það er spurning. Það er búið að ignita safe. Svo flassar hann bara í burtu, hann er ekki að taka neina sjensa. Næstönnum þar aftur og últar. Og hann nær loksins að dodsa charm frá Hafri. En það er bara too little too late. Af því nú eru Ólafín for Life, held ég bara í sigurpússinu. Þeir eru 3 saman. Það er ekki mikið sem Augmented getur gert til að stoppa þetta. Nei, miður. Byrjuður þennan leik mjög vel, en undanfarið eru Ólafín búin að stýra og þarna kemur charmið á Heimer og svo er hann bara brættur. Æ, greið kallinn. Þetta er búin að vera saga þessar leiks. Enn einn frábær leikur að Hafri. Seifur deyr kannski við turninum, nei, hann gerir það ekki. Hafri tekur það bara.
Það er bara annað eins án þess að missa neitt. Og þar með klára All Elite for Life leikinn og sigra þetta 3v3 mót Ground Zero. Það var mjög spennandi leikur. All Elite for Life eru sigurvegarar 3v3 mót Ground Zero til hamingjum. Vel spilaða leikur á báðum liðum. Ólífinn eru bara með rosalegt leikir. Allir þessi leikir eru búin að frábært late game. Og Augmented er líka mjög gott late game. Við komum tilbaka úr þessu mikla tapi á undanúrslitunum. En hérna mér fannst þið bara ekki eiga break sko. Þeir gerðu sitt besta en mér fannst þessi Nocturne alltaf príkama svolítið mikið með ultinu sínu. Þú ert sérfræðingur í príkomið, þú myndir vita það. Jú. En hver er MVP-in í þessum leik í úrslitunum? Mér